Þátturinn unnin í samstarfi við Budweiser Budvar, stolt tékknesku þjóðarinnar í 125 ár. Komið sæl og verið velkomin að skjánum. Ég vona að þið séu búin að finna fram passan ykkar og líka bólusetningaskírteini því að í dag þá ætlum við að fara í langferð. Við ætlum að fara til lands sem að margir vilja meina að sé hrein paradís á jörð. Þetta land hefur verið mjög vinsælt hjá áhrifavöldum og Instagramurum og líka hjá þeim sem eru að leita sjálfum sér. Jú, við erum að fara til Balí með viðmælanda dagsins, en fyrst skulum við byrja á að kíkja á vegabréfið hennar. Heil og sæl, Sofía, og velkomin í þáttinn. Já, takk fyrir að taka á móti mér. Þegar fólk talar Balí, þeir sem hafa farið til Balí, þeir nota oft rosalega stór orð þegar þeir lýsa þessari eyju og virðast hafa orði fyrir svona miklum hughrifum. Balí eins heillandi og fólk vill vera að láta? Mér finnst það allavega. Ég hef farið þangað tvisvar. Ég dvalið þarna, ég fyrsta skiptið í 4 vikur og seinna skiptið 6 vikur og þarna mér finnst mjög margt heillandi við þessi eyju. Allavega dró mig aftur til sín. Já, akkurat. Það kannski ekki allir sem vita hvar Balí og hvers konar land þetta Segðu okkur aðeins frá því. Balí í Indónesíu og ég held að það sé svona cirka 4,2 milljónir sem búa þarna og kannski stærðin sé kringum 460-70 ferkilometrar. Þannig að þarna þetta hitabeltis eyja, það þarna mikið og fallegu gróður. Og þetta einkennis kannski eyjuna margir sjá myndir þaðan af eyjarskeggjum í alls konar serimóníum og fallegar raðir á með ýmsar fórnir á höfðum, það ekki þekkjum við ekki konurnar með körfurnar á höfðunum. Fallegar strendur, hrísgrjónakrar og goðin og ýmis þar fallegar styttur þarna. Það margt mjög fallegt. Þetta eldfjallaeyja? Já, eldfjallaeyja, 2 þekktustu eldfjöllin. Agung kaus síðast, held ég að verið kringum 63, ekki eins virt, en við þekkjum meira Batur, sem kaus síðast held ég 99-2000. En alltaf komið svona smá jarðskjálftar, það margt mjög ólíkt með Íslandi og Balí. En við búum samt við bæði það eldfjalla, það virkni. Já, jarðhræringar. Já, það það. Og mér skilst þessi einmitt mikið af svona giljum og fossum og ámarna líka. Já, það þekkt fyrir vatnsföllir sín, fossana sína og margir fara þar og eiga þú veist að tala Instagram myndir, það marga myndir af fallegum fossum á Balí. En ég vil líka alveg meina það að við eigum stærri og flottari fossa hér, nei, þetta margt líkt með þessu. Þannig að Tyrta, vatn, þetta var áður líka talað eyja vassins, skils mér. Já, okay. Og þau hafa mikið af hofum í kringum vatnsföllin sín og líta á það sem mjög heilagt frumefni og sem getur hreinsað okkur. Þú talar hof, einmitt, trúin nú mjög áberandi hjá fólkinu sem býr á Balí. Já. Þau eru hindúatrúar, eða ekki? Jú, það svona eitthvað blanda. Þessir upplýsingar sem ég verið að reyna að fá mér bæði frá bókum en líka eins og bara samtali bæði við þá sem eru innfæddir og líka þá sem hafa sest að, sem voru að kenna mér jóga, þetta einhvers konar blanda, þetta kallað Balí hindúismi, að þetta sé einhvers konar mýkara form af hindúisma. Þetta Balí hindúismi, buddhismi, en þeir hafa líka það sem andatrú, sem er kannski svona það sem maður sér mest af. Að þeir trúa því að andinn sé til í öllu, meiri segja í trjánum, vatninu og þetta sé lifandi form og endurfæðingu sálarinnar. Að þú sést vel til dæmis í serimóni þar sem ef einhver deyr og þeir fagna í rauninni að þetta sé bara merkjum við þurfum að koma vel áfram að þetta mun koma endurfæðing. Já. Og líta í rauninni á lítið barn sem guði líka, að þau séu svo tær og falleg og til dæmis að þeir megi ekki fætur þeirra snerta jörðu fyrir en eftir 3 mánuði. Og þá ein serimónía. Ef við viljum tala serimóníur, þá það bara serimóníu í kringum allt hjá þeim. Já. En þeir, hvað lifa þeir nú á? Þeir geta bara lifa á trúnni. Hvað eru heimamenn að fást við? Túrisma, myndi ég segja.
Ég myndi segja að túrisminn væri núna orðin aðal bara atvinnuvegunum þeirra og margt í kringum það. Margt gott, en þeir líka sumir sem telja að þetta er að sjóða alltaf mikið, þetta er orðið þarna mjög crowded. En hrísgrjónaræktunin hefur náttúrulega verið líka víða mjög fallegi hrísgrjónarakrar, fallega myndir til að þeim og þannig að landbúnaður og ferðamennska. Já, og það er náttúrulega líka að fara sjóinn líka, þannig að það er líka. En þú talar einmitt að ferðamanna'iðnaðurinn sé áberandi þarna og Bali hefur náttúrulega verið svolítið í tísku undanfarið, en mér skilst samt að Vesturlandabúar hafi svona uppgötvað Bali, á 3. eða 4. áratug síðustu aldar, fóru listamenn að sækja til Bali, sækja sér innblástur þar. Og svo árið 2006, þegar þessi bók kom út, Eat, Pray, Love, þá hafi umheimurinn fyrst bara virkilega fengi áhuga á Bali og það náttúrulega kom út Hollywood kvikmynd í kjölfarið með Julia Roberts í aðalhlutverki og þessi bók og þessi mynd sem fjallaði um konu sem fór út í heim og fann sjálfan sig á Bali og hamingjuna. Er Bali svona eins og lýst í þessari mynd? Ég held að það fari bara eftir á hvaða slóðir þú ferð og að hverju þú ert að leita. Ég með því að vera þarna í Ubud það er borgin eða borgin þar sem að Eat, Pray, Love gerist. Ég fór þangað og því ég fór þarna til þess að stunda jóga, læra jóga. Já, það er sagt að Ubud sé svona hjarta Bali. Hjarta í rauninni þá þessar spiritualisma, af því að ég held að sé að því að fólk leitar þangað af því að mikið talað um að konur fara þarna á eigin vegum. Það er öruggari, það telja sig öruggari þarna heldur en til dæmis að fara eina til Indlands. Að það er mikil tengsl á milli hindúisma, jógaiðkunar. Það er jafnvel talað um að Balibúar stundu eina tegund af bhakti-jóga sem er svona tilbeiðslu jóga. Hvernig það nákvæmlega byrjaði, það fara margar sögur af því, en jafnvel þetta náir ennþá lengra frá því að hollendingarnir, nýlenda, að það var að reyna að selja farandverkumannum að koma þanga. En það er til margar útgáfur að spyrja því, en þetta sé kannski svona mýkra form og að það sé fallegt þarna, að þetta er mjög fallegur staður til þess að fara í svona vegferð. En þú getur fengið alls konar. Það er líka Balibúarnir þreyttir á þessu strandbæirnir af Ástralanum sem koma í hópum unga fólki að skemmta sér, þannig að þú getur í rauninni leitað í alls konar hluti. Hvort þú vilt finna sjálf, á hvaða hátt þú vilt finna sjálf. Já, þetta er fjölbreytt eyja þó hún sé ekki svo stór. Já, hún er það. En þú sem sagt fórst til Bali til þess að læra jóga. Já. Á hverju var Bali fyrir valinu? Ég meina, nú er hægt að læra náttúrulega jóga víða heim. Þannig að, það er ekkert eitthvað eitt svar. Ég var búin að spá í. Það er bara eitthvað eins og sumir segja. Ég fórum í þetta að spurja sumar sem voru með mér og það er bara eins og Bali bara kallar mann til sín. Saman hvort maður vil trúa því eða ekki. Það var bara eitthvað svo sterkt. Mér langaði bara þangað og ég vissi ég var á annað borð að fara og skilja fjölskyldunum mín eftir sem var ekki auðvelt. Það var eini báðar þessa ferðir. Báðar þessa ferðir. Og það er alls ekki auðvelt að gera það, en ég vildi bara vera útaf fyrir mig, ekki fara mér og bara hella mér alveg út í þetta. Og líka eins og Bali, maður búin að lesa um það er svo margt í þeirra hefðum sem mann langaði líka að skoða í tengslum við þetta. En af hverju vist mér annað borð að fara? Að vera ekki bara aðeins lengur í flugvélinni og fara á eitthvað stað sem maður getur bara verið í fallegu umhverfi og maður veit líka að það voru kennarar sem mig langaði til að elta sem að fara þangað reglulega sem var kannski svolítið til þess að ég allavega fór þangað í annars skipti. Já, það valdi Bali. Já. En við ætlum að heyra nánar um jóganámið þitt á Bali hér eftir smástund en fyrst skulum við hleypa auglýsingum að. Þátturinn er unnin í samstarfi við Budweiser Budvar, stolt tékknesku þjóðarinnar í 125 ár. Sæl aftur. Hér hjá mér situr jógakennarinn og sjúkraþjálfarinn Soffía Einarsdóttir sem er kolfallin fyrir Bali. Soffía, þú fórst sem sagt tvisvar sinnum ein til Bali í jógakennarnám. Hvernig var þetta nám? Hvernig er svona jógakennarnám uppbyggt? Já, í fyrra skipti þá fór ég í það sem kallast að ná mér í 200 klukkstunda kennsluréttindi og þá var alveg frá 7:30 á morgnana til 5:30 á kvöldin cirka. Í bæði skiptum var þetta svona langur dagur með hádegishlé, kannski 2 klukkutímum og góðum morgunmat. Innifalið í námskeiðinu var bara mjög
veglegt morgunverðarhlaðborð. Fyrra skipti þá var þannig maður átti alltaf að vera í þögn þegar maður vaknaði á morgnana. Maður í rauninni bara átti ekki að hafa samskipti við neinn nema maður gæti bara nikkað, ekki að tala saman heldur að koma inn og það byrjaði á hugleiðslu. Og síðan tók við asana. Það er sem vorum að gera í rauninni bara okkar jógaæfingar og síðan var líka þá í rauninni verkleghjensla. Nei, sem sagt bókleghjensla með fræðin. Og svo oft endaði þetta líka á því að seinnipartinn það var svona rólegra jógaflæði eða æfingar. Þannig að þetta hefur verið bara heilmikið prógram. Já, alveg og sko síðan þurftum við líka alltaf sjálf þá að vera með verklegan tíma, leiða þá kannski partur tíma eða annað til þess að sýna fram á það að maður væri búin að meðtaka þetta. En svo aftur á móti þegar maður fer í seinna skiptið sem voru 300 klukkustundirnar, þá var ég alveg í 6 vikur. Ætlaði fyrst bara verið 5 en í framlengda því það var einn kennari þarna sem hefur búin að vera jógakennari og lærið á Indlandi af gömlu meisturunum alveg bara langt aftur og mér langaði að elta hann og hef gert það og sé ekki eftir því. En hvernig er það þegar maður er í svona miklu jóga og miklu prógrami? Ég meina, jóga maður bara ekki yfir sig, er maður ekki bara búinn á því svolítið? Jú, enda tölum við þannig að það fá allir bara svona jógatimbumenni eða svona búblutimbumenni þegar þeir koma aftur heim. Það er svolítið skrítið úr búin að vera í þessari búblu, þannig að vissulega getur maður gert það. Maður er í ákveðinni búblu. En maður tekur bara tíma þegar maður kemur heim og fer yfir hlutina. Það er rosalega margt gott sem maður fær út úr þessu. Það sem ég finnst kannski skemmtilegt er að það eru svo margir að leita þangað, þetta er svo fjölbreyttur hópur. Þannig að ég kynntist fólki alls staðar af úr heiminum sem ég held bara mjög góðum tengslum við í dag. Hvað þetta svona kúlu, þetta er svona samband sem við erum bara samskiptið í gegnum WhatsApp. Það verðum ennþá grúpa sem við hefum sterka tengingu, þannig að maður finnur að maður hefur búið til líka samband sem maður heldur áfram. Og núna í þessum heimsfaraldri þá nær maður samt að taka tíma gegnum Zoom, þannig ég er ennþá að taka tíma frá Bali hingað heim. Þannig að mér gott ég var búin að gera þetta áður en þetta allt saman skall á því að ástandið er ekki sérstaklega núna. Sko. Nei, einmitt. En þrátt fyrir að þú hafi verið í svona miklu jógaprógrami þá náður líka aðeins að skoða þig Mér skilst þú hafir fengið bara leiðsögumann þarna á Vespu og þeistu megina. Já, það sem er kannski gott að gera eins og þú veist að ég var örugg að fara er að skólinn, ég gæti haft samband við skólann, þeir bentu mér á bara eins og örugga dræfira. Þannig að ég hefði bara samband við þá. Þegar ég kem til Bali þá bara býður hann bara með spjald og hann bara lóðsa mig gegnum. Það var svo mikið öryggi að geta haft hann bara til þess að bara segja mig hvert átt að fara bara með mig þangað sem ég ætti að fara. Svo bara höfðum við alltaf samskipti gegnum WhatsApp. Ég gæti bara í rauninni alltaf sagt við hann, herri, mér vantar að fara þetta morgun og þá var hann bara mættur. Þannig ég í rauninni kaus það að vera ekki sjálf á Vespu núna í þessum ferðum sem ég fór. Það er bara eins og í Ubud er mjög mikil umferð og það er mjög mikil krað og það getur bara alls konar umferðarreglur. Ég bara treysti mér einfaldlega bara ekki í það. Og fannst bara svo mikið öryggi að hafa hann svona fyrst. En ef maður er að fara þarna til Bali sem ferðamaður, hvaða ætti maður að upplifa? Það er bara örugglega rosalega misjafnt eftir hverju þú ert að leita. Ef maður er að leita einhverju andlegu og maður vill taka einhverja smá jóga, það þarf ekki að vera svona rosalega massíft eftir það sem ég var að fara í. Það þarf ekki að vera kennarana. Það er mjög margir sem fara bara og í rauninni bara er meira þiggjendur og þeir þiggja bara svona meira retreat og það er alveg bara rosalega margt flott sem er gert þarna. Þú veist, Balibúar hafa gert þetta vel með öðrum. Það er yfirleitt ef þú kemur starfsemi þangað það er Balibúi að vera með þér í því. Að búa til flotta pakka fyrir því. En síðan eru það strendurnar, mjög fallega strendur. Bali hefur bæði hvítar strendur, klettóttastrendur, flatar strendur og svo líka svartar strendur sem ég á ennþá eftir að fara þarna í norðurhlutann. Síðan er það bara, eins og það sem ég gerði mikið af núna, er bara einmitt að vakna. Við Hanagali, það er þannig maður auðvelt að vakna við sólarupprásunna og horfa bara og fylgjast með Balibúunum við störfið sín á hrísgrjónaökrunum. Það er mikið eins og fjallgöngur upp á Batur við sólarupprás.
og síðan að fara að synda með höfrungum, Lovína talað þar. Þannig að það endalaust og þessir heimsóknir í öll þessu hof, það alveg ótrúlegt. Ég bara get aldrei fengið leið á því, það bara svo ótrúlega mikil fegur. Þeir eru miklir listamenn, skera út bæði í tré og í steina. Þannig að það öll þessi hof og annað bara ofskaplega falleg. En ég veit líka að þú ert að fara með börn, þá eru þarna, þú getur farið í fílagarð, það dýragarð, það vatnsrennibrautagarður, ef þú vilt leita í þetta. Ég gerði það bara ekki núna. En ég veit að ég á það eftir að gera það. Margt þetta af þessu á ég eftir. En þú dvaldir hérna í Ubud, hvað til dæmis að skoða þar? Já, í Ubud bara, þú getur labbað endalaust og bara horfa á mannlífið, bara ef þú sest niður og horfir á þetta, þá bara allt að gerast fyrir fram að þig. En fólk leitar þangað Ubud markaðurinn, sem á morgnana, þá meira svona lokal, það matamarkaður. Þegar þú vaknaði bara við sólarupprás, þá í rauninni matamarkaður þar. En sem breytist síðan í svona marka með alls konar hluti. Handverk. Þú tókst með þér nokkra hluti til að sýna okkur sem þú keyptir á þessum markaði. Já, það og bara út allt svona á Bali. Þá í rauninni, ég hreifst af körfunum þeirra og sem bara flettaðar. En það þessar stærri körfur og það oft þær sem fórnirnar færðar í. Þannig að það bara fórnirnar settar í hérna, þannig að mjög oft annarkvort bara með lokin á eða ekki. Og þú getur séð þar ganga með körfurnar og síðan færðar fórnir í hofinu. Og þetta matur þá? Þetta yfirleitt, að mér skilst, það einhver matur, svo líka einhver stundum peningur, blóm og yfirleitt síðan sett reykjelsi, þú finnur reykjelsisilm út alla Ubud til þess að mér skilst að það að bera kjarnafórnarinnar svona upp til andana. Því andin í öllu. Þannig að þetta síðan gera þær ýmislegt úr skeljum, hálsfestir, kúlur, ýmislegt utan kerti, svona til að selja túristunum. Það sem kannski helst líka ýmsar svona töskur sem búnar til. Þessi kannski ekki alveg típisk, það svona meira þessar minni sem þéttar, sem maður sá mikið vera að versla. Síðan eins og bara alls konar út frá hindúatrúnni þeirra, þá hafa þeir litlu. Ég tek lítið með heimi, þeir eru ofboðslega fallegar, stórar, meir en mannháar styttur sem að höggva út og það mikið inn í heimilónu þeirra og í kringum hómið þeirra og alls þar út allt, þá ertu að sjá þessar stóru styttur sem ég hefði mjög gjarnan vilja bara taka með mér heim í gang, en ég tók hérna tvær litlar. En já, ég heyri það þetta eða peningunum ýmislegt þarna, greinlega, en þú sagði mér líka frá apagarði hérna í borginni. Monkey Forest, það bara inni í miðri Ubud, þá apaskógur og þeim gefið, þannig þeir orðin svolítið frekir, en þú mátt í rauninni, það kostar inn og labbar, mátt bara ekki gefa þeim og þú ert að passa myndavélina þín og töskuna þína, þeir geta verið mjög frekir, en það mjög gaman að rölda bara þarna og kikka hvað þeir eru að gera. Já. Þeir fara líka mjög oft, ef þú labbar, fer ekki endilega inn í garðinn, þá þeir víða þarna í kring, reyna að ná sér í eitthvað. Svo líka Ubud höllin, hún dregur marga. Það mjög fallegur lótusgarður þar fyrir framann þegar lótusblómin í blóma. Og eins og það mjög líka bara rétt þegar maður labbar við ein endamörkin á Ubud, þá ertu bara komin út af hrísgrjónakra. Og þó svo ég hafi verið við eina aðalgötuna í Ubud, það var bara svona smá pínlítill hliðavegur og ég hafði útsýni yfir hrísgrjónakra, þannig að þetta alltaf í nálæðinni. Hvað með matinn? Hvernig maturinn þarna? Já, það náttúrulega mikið út frá því hvað búið að draga marga, ef ég segja Vesturlandabúið, bara svona alþjóðlega einstaklinga þarna. Þannig að það mikið af svona heilsumatsölustöðum, hráfæðustöðum og annað það sem kannski ekki típist fyrir Bali sjálft. En mjög skemmtilegt að prófa. Þú getur fengið allt þarna, allt sem ég langar til. En svona kannski balínesku matur byggir á hrísgrjónum sem oft búið til líka eins og núðlur og með þá kryddi, grænmeti og einhverju af smá kannski kjúkling. Endur líka svolítið mikið þarna og fisk, rækjur. En hindúatrún það var nú ekki mikið nautakjöt. Nei. En ávextir líka. Já, ávextir. Já. En hvað með verðlagið? Er dýrt að vera á Bali?
Sko, þú getur farið allan skalan held ég. Ég valdi stærsta partin af minni gistingu var það sem skóli mældi með og var bara mjög ódýr gisting, en það er líka bara eftir hverju ert að falast. En svo gat maður farið alveg upp í, þú veist, bara einhvern luxus, skilur, það sem þú ert að borga fyrir. Eins líka með mat, að þá getur valið að fara bara lokalt og þá er það bara yfirleitt mjög ódýrt að versla, en svo er líka alveg smurt ofan á þessa heilsustaði og það. Og eins líka með nudd, maður má ekki gleyma því, það er maður gæti fara bara á hverjum degi í rauninni tásnirtingu, facial eða alls konar svona pakka og það var líka eins með það. Það er bara frá því að þeir sem eru svona lokal innfæddir, kannski verðlagi þeir eru oft lægra og svo menn aðrir voru búin að koma þessu inn í eitthvað svona flottari spa og farin að rukka meira fyrir. Þannig að það er bara að kynna sér hlutina vel, maður þarf að kynna sér þetta vel áður en maður fer og þá getur maður í rauninni fengið ýmislegt fyrir ekki svo mikið pening, en alltaf flugið er dýrt. Dýrt að koma sér þangað. Já, og þetta er langt flug líka. Þetta er langt flug og millilendingar. En nú eru náttúrulega margir sem fara til Balí svona til þess að finna sjálfan sig og einhvers konar sálarró eða fá einhverju svona framtíðarsýn. Varst þú fyrir einhverju svona andlegri upplifun þarna? Sko, þetta er náttúrulega ekkert, maður svífur ekkert alveg bara með bleiku ský, en það er líka alveg hellingserfitt að vera í burtu frá fjölskyldunni sinu og öðrum og þú þarft að fara í gegnum alls konar svona sjálfsverkefni og annað þarna úti. Þannig að kannski mesta vinnslan og úrvinnslan gerist síðan eftir að komin heim og maður er ennþá að vinna með það. En það sem ég held að ég geti séð er að þú ferði eitthvað annað. Það sem mér finnst svo skemmtilegt í ferðalög er að prófa að fara og sjá, ekki haldandi það að sé allt svo æðislegt þarna. Það er fullt þarna, ég meina þeir hafa sín stóru vandamál, bara eins og við. En að taka kannski eitthvað aðan, færa það síðan heim og aðlaga það að því sem er að gerast hérna heima. Við verðum alltaf á endanum er þetta alltaf bara við sjálf. Við flýjum það ekkert. Það sem er svolítið skemmtilegt frá þeim og ég hef tekið til mín kannski er að þetta jafnvægi, þetta er það alls staðar, en þeir byggja allt svolítið mikið á jafnvægi. Þeir lifa eftir þessum, hvað maður segir, eftir þessari heimspeki, þetta heitir eitthvað tríhita korana, að það er samhljómur milli mín og þín, milli okkar manna, milli mín og náttúrunnar og milli mín og guðana, en við getum sagt að það sé bara lífið, alheimurinn. Og þeir alltaf í því að fórnirnar eru miklu meira heldur en bara fórnir til guðana, það er að þú sýnir þakklæti. Þú veist, ég tek, og það virkar ekki öðru en ég gef aftur. Og það er kannski það að minna okkur á það að líka þeir segja taka lífinu bara eins og það er sé ekki alltaf gott og slæmt, heldur að þetta er allt bara eins og það á að vera, það er svolítið þannig og þú sérð það, mér var svo gaman að fylgjast með þú sérð svona, það er svona meira jafnvægi og þeir eru rosalega mikil tenging, allar seremóníurnar sem við sjáum sé kannski þetta væri kvöð, þetta væri fyrir okkur að því við erum svo upptekin við að gera eitthvað annað sem er merkilegra, en þegar maður tala við þau að þá er það sem tengir þau á endan, það er það sem tengir þau á endan. Vísu held ég að þau sé ekki kannski á það svo mikið, en það er svo ekki mitt að dæma það, en er það ekki. Það er svona jafnvægi og taka lífinu svona svolítið við þurfum ekki alltaf að flokka það sem gott og slæmt. En ég meina hafa Balíbúar í rauninni alveg náð að halda þessu þrátt fyrir, það er náttúrulega 21. öldin og með allar þessar tækni og svona breyttum áherslum. Sko, það er örugglega ekki mitt að dæma með að við hafa komið bara í þessi 2 skipti. Þú sérð alveg margt þeirra orðnir litaðir af að reyna að ná á okkur túrismannum, þeir eru alveg að reyna að gera okkur líka þú ert alveg að passa þig á þeim, ég meina þeir sem vinna við þetta eru endanist að reyna að prúta við þig og svona, það er bara það maður sér það og maður sá síma innleiðinguna líka, eins og allavega mikið séð í útbútt þessi sem eru þar við götuna, þá sá ég alveg krakkan að vera alveg byrja virkilega mikið að vera í símanum og ýmislegt svona sem þú sérð og þú getur líka að þú ferð aðeins lengri burtu séð fátæktina, ég meina þetta er alls staðar. En þú nefndir áðan að þú fórst ein þarna og þú ert kona og ég veit að það eru margar konur sem einmitt svona, eiga erfitt með að ferðast einar, kannski ekki að þessu hrættar við að ferðast einar, heldur meira bara að þær hafa samviskubit yfir því að fara frá fjölskyldunni og finnst að þær eiga að bera ábyrgð á heimilinu. Einhver skilaboð
til slíkra kvenna sem eru með svoleiðis hugsanir? Endilega, ég held að þetta hefur verið algengasta spurningin þegar ég kannski þú þurft að segja náttúrulega mínum kunnum sem sjúkraþjálfari, heyrðu, nú er ég að fara í burtu í 4 vikur og það er kannski, ætlar að fara í burtu frá fjölskyldunni í þennan tíma, en ég er bara mjög vel gift og hann í rauninni, hann á alveg heiðurinn af að hafa örugglega, ég ætla ekki að segja sparka mér, en komið mér alveg halva leiðin út í flugvél að bara, þú bara gerir þetta og við förum aftur einhvern tíðan setna saman og þannig að það hafa góðan stuðning heima, en svo líka ég hugsaði þetta alltaf, þetta er eins og einn góð túr að sjó, fólk hefur gert það í mörg ár. Áraraðir, en kannski var það ég byrjaði á þessu fyrst 2006, þá fór ég ein til Danmörku til að læra það sem ég er að gera, það sem ég svona sérhæft með aðeins í samt við sjúkraþjálfun. Á stundum þurfum við bara á þessari litlu eyju að leita aðeins lengra til þess að koma með vitneskjuna síðan líka heim. Þannig að stundum getur maður séð langtíma er það ekki ágóð á einhverju sem maður getur líka haft gaman að í leiðinni. Já. Ég heldur látum þetta bara vera loka orðin. Soffía, takk kærlega fyrir komuna. Það er klárlega að Bali þarf að fara á óskalistan. Ég þakka áhorfið og vona þið hafi haft ánægju af ferðalagi dagsins. N4 er þar sem þú vilt þegar þú vilt, á heimasíðunni, á Facebook, á YouTube, í tímaflakkinu, á N4 safninu hjá Símanum. Þátturinn er unnin í samstarfi við Budweiser Budvar, stolt tékknesku þjóðarinnar í 125 ár.